Þá liður 5, forvarnamál, stafrænt læsi og það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætir bæjarfulltrúar. Ég skrifaði greinu þetta málefni í síðustu viku. Þetta kannski málefni sem hefur kannski pínu verið í umræðunni að undanförnu sem ég fagna mjög. Get bara tekið sem dæmi að það sem ég kennari í Verkmenntaskólanum á Akureyri, það fórum við í að hanna áfanga í neytenda- og fjármálalæsi, þar sem við erum dálítið að fara í þessa þætti sem ég að fjalla núna og ég tel að við séum með fyrstu framhaldsskólanum til að gera það. En í samtölum mínum við nemendur þá bara finn ég það að þau þurfa þessa fræðslu miklu fyrr. Þau eru svo berskjöldur strax bara 9 ára fyrir þessu markaðsáreiti sem á sér stað í gegnum þessa miðla. Þannig að eins og ég svo sem kom inn áður að ég á í algjöru ástar og hatur sambandi við markaðsfræðina en hún á sér virkilega sínar skuggarhliðar. En stafræn tækni er komin til að vera með sínum kostum og göllum. Það er þó engum blöðum það að fletta hún hefur töluverð áhrif á hegðun okkar og andlega líðan. Í gegnum algoritma stýra miðlarnir því sem við sjáum og smá saman verður veröld okkar ótrúlega smá í risaheimi stafrænnar tækni, einhvers konar bergmálshellir. Og kannski til að útskýra aðeins hvað ég meina að þegar að við erum að fylgja einhverju á miðlunum að þá smá saman erum við mötuð af svipuðu efni, þannig ef að við til dæmis höfum einhverja skoðun þá verðum við oft öfgafyllri í þeirri skoðun af því það er bara mat okkur á þeir sjónarmiðum sem eru okkur sambærileg, skiljiði. Við sjáum ekki hinar hliðarnar. Þannig að það er svo mikilvægt að ung börn bara átti sig fljótt á þessum veruleika. Þannig að þessi bergmálshellir gæti að einhver leyti útskýrt aukninga á líkamlegu kynferðis- og stafrænu ofbeldi meðal ungmenna ásamt minni þoli en áður gagnvart fjölbreytileika. En það var náttúrulega eins og þið kannski viti trend í sumar að gelta að samkynhneigðum og hvaðan koma svona hugmyndir? Er það TikTok eða er það Snapchat eða hvaðan kemur þetta? Af því ég held að Gunnar litla í Giljahverfi detti þetta ekki í hug. Þannig að maður hefur bara áhyggjur af þessu minnkandi þoli fyrir fjölbreytileika og hvaðan það kemur. Í samantekt sem unnið úr gögnum rannsóknar og greiningu frá árinu 2021 kemur fram að mikilvægi þess að taka samtali við börn stafræn samskipti hefur aldrei verið meiri. Ýmis teiknir á loftum skaðlega notkun og má það nefna andstyggileg skilaboð og sendingar á augrandi myndum. Ég tók bara eitt dæmi sem var kannski frekar ógnvekjandi en úr þessari könnun kom fram að rúmlega helmingur stelpna í 10. bekk hafa verið beðnar að senda nektarmyndir og 30% stúlkna hafa sendt nektarmyndir. Og tölurnar voru ekki mikið skárri í 9. og 8. bekk. Auk þess eru sífellt færri sem meta andlega heilsu sína góða eða mjög góða og á það sérstaklega við ungar stelpur. Og nú segir kannski einhverjir þetta ekki afleiðingar COVID af því að þetta er könnun sem var gerð 2021 en þetta er bara munstur sem við höfum séð í fyrri könnunum og könnunum inn í fyrrum frístundaráði. Það hefur verið sýnt fram á fylgni milli aukinnar stafrænnar notkunar ungmenna og hrakandi andlegri heilsu en með óhóflegri notkun geta ungmenn átt á hættu að þróa með sér kvíða, þunglyndi og truflun og svefni sem dæmi séu tekin. Þessi stöðu í samanburður, óraunhæfar fyrirmyndir, að gera ekki greinum net og raunsjálfi, áhrifavaldar sem tella okkur trúum að við þurfum hitt og þetta til að vera hamingjusöm, ofur áhersla á veraldlega hluti og fleiri hluti spila þar stórt hlutverk og ég get bara nefnt sem dæmi að ég var alls ekki virka á samfélagsmiðlum á að ég fór í stjórnmál og sást bara eiginlega ekki þar og maður þurfti að vera með í leiknum og orðin virkari á þessi miðli Facebook en ég fann það bara sjálf og var farin að unfollowa
sumt fólk að þegar maður var bara komin í einhver samaburð, þessi alltaf að gera eitthvað svo ógeðslega skemmtilegt, þessi alltaf að gera hitt og þetta, þannig að ég var bara farin að velja mér hverja ég var að fylgja, því þetta hefur áhrif á okkur öll, hvort sem við viljum viðurkenna það ekki. En af hverju erum við svona háð þessu? Að baki stafrænna miðla eru stór fyrirtæki með sérfræðingar á hverju strái sem vita nákvæmlega hvernig að gera okkur háð þessari tækni. Og bara sem dæmi þá sagði viðtal við mann sem vann einu sinni hjá Facebook og hann segir núna að hann vildi óska þess að hann aldrei fundið upp like-takkan. Þannig að þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera og þessi stór fyrirtæki eru með barnasálfræðinga í sinni vinnu til að hafa meiri áhrif á því. Þannig að það er hægt að hafa ótrúlega áhrif á neytendahegðun okkar. Þetta þekkjum við fullorðna fólki líka og ætti þau auðveldlega geta sett okkur í spor barna. Það þarf að auka fræðslu óbeina markaðssetningu. Vöruinnskot, en fyrir ykkur sem þekki það ekki þá heitir það líka product placement á ensku. Áhrifavalda markaðssetning, hvernig markaðsskilaboð elta okkur á miðlunum, sumir kalla þetta Google Ads eða Google auglýsingar. Og síðast en ekki síst það hvernig viðskiptamódel samskiptamiðla virka, því það segir sér náttúrulega sjálft að við erum varan ef að þjónustan er ókeypis. Það meikar meikar ekki sens að við þurfum ekki að borga fyrir að nota þessa samskiptamiðla sem þýðir það bara að við erum að gefa þeim einhverja upplýsingur okkur. Síminn er komin til að vera og til margs gagnlegur bæði í leik og starfi. Tilgangur þess að taka þetta mál upp hér er ekki að skipta mér á símareglum í skólum sveitarfélagsins eða leggja til miðstýrða reglur skjátíma barna, heldur að við fræðum þau kosti og galla þessara tækni í gegnum forvarnastarf. Hjá Akureyrarbæ starfa 7 frábærir forvarna- og félagsmálafulltrúar sem ná, og ég veit, mjög vel til barna og unglinga og ég var alltaf bara mjög uppnumin eftir að þau hafa komið kynningar sínar inn í frístundaráð og hvað þau eru að gera. Og þau aðlaga starf sitt hverjum tíma og hafa sér dæmi þessar kannanir sem við vorum með áður frá rannsókn og greiningu lýðheilsu barna á Akureyri. Ég hef kynnt mér það fræðslu sem forvarna- og félagsmálafulltrúar fara með inn í bekkina og vissulega er tekið á einhverju þeim þáttum sem minnst hefur verið á hér, en ég sakna áherslu á markaðslegu hliðina, hvernig í raun þessi stafræni heimur virkar. Það er ekkert minnst á stafrænt læsi í núverandi forvarnastefnu Akureyrarbæjar enda komin til sinna ára og þessi tækni varla til þegar hún var skrifuð og áttu að endurskoða í síðasta lagi 2015. Hún er að mörgu leyti frábær þessi stefna og ég hef bara viljað að hún er bara rétt aðeins löguð til og samþykkt aftur. Það þarf bara að bæta aðeins í hana, við þurfum ekki alltaf að henda öllu stefnum og byrja upp á nýtt. En mér skilst að nú er að gera einhverja stærri lýðheilsustefnu sem á þá að taka á miklu fleiri þáttum en þá verðum við að passa að forvarna hlutin fái sitt vægi. Þannig að fyrsta skrefi er að leggja sérstaka áherslu á stafrænt læsi í nýrri lýðheilsustefnu sveitarfélagsins og treysti ég formanni fræðslu og lýðheilsuráðs, bæjarfulltrúi Heimi Erni til þess að fylgja því eftir að því ég bara heyrt og hans tala, ég held að við séum að mörgu leyti sammála þessi mál. Ég legg því til fram eftirfarandi tillögubókun. Bæjarstjórn telur mikilvægt að leggja sérstaka áherslu á stafrænt læsi barna og ungmenna í nýrri lýðheilsustefnu Akureyrarbæjar og í framhaldinu í aðgerðaáætlun forvarnastarfs. Þar er þið ekki aðeins tekið á notkun og samskiptum á miðlunum heldur einnig markaðsstarfi þeirra og áhrif og hegðun og andlega líðan og tryggja þær endurmenntun frístundar og forvarnafulltrúa á þessu sviði eftir því sem þurfa þykir. Þá er ég alls ekki að tala að við séum að senda þau öll hérna eitthvað mastersnám á launum. Við erum bara að tala að þau kannski fá einhverja styttri námski bara í viðskiptamódelum, samskiptamiðla og markaðssetningu þeirra. En eflaust eru þau alveg með það á hreinu, enda frábær mannauður. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jónsdóttur fyrir. Næst tekur til máls bæjarfulltrúa Jana Salóme Ingibjörg Jósefsdóttir, gjörðu svo vel.
forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jóhannesdóttur fyrir að taka upp þetta umræðuefni og tek heils hugar undir bókun sem bæjarfulltrúi leggur fram. Það er nefnilega svo ótrúlega merkilegt með þessa samfélagsmiðla að ég er ágætlega ung kona, 31 árs, en ég er 16 ára, sirka bát, þegar að Facebook kemur til sögunar. Þá er ég bara unglingur og ég veit ekkert í raun og veru hvað þetta snýst. Á þeim 15 árum hefur þetta þróast svo gífurlega. Ég átti fund með samtökunum 78 daginn þar sem við vorum að ræða þessa gífurlegu afturför eða bakslag sem að verða í réttindabaráttu hinsegin fólks til að mynda. Og það starfsfólk sem vinnur hjá samtökunum, það rekur þetta í raun og veru beint til samfélagsmiðla og sérstaklega til eins samfélagsmiðls, TikTok. Og þar komum við til dæmis á geltið sem að bæjarfulltrúi Sunna Hlín nefndi. Við þurfum svo sannarlega að bregðast við að festu þegar að kemur á þessari hatursfullu orðræðu gagnvart hinsegin samfélaginu og við þurfum að fara átt okkur á því hvað þetta er að gera. Þú veist, hvað þessi bergmálshellir er að gera okkur, því þetta er ekki bara börnin okkar, þetta eru líka við sem erum föst inn í þeim. Höldum einhvern veginn að allir séu bara sammála okkur af því að það er það eina sem við sjáum á samfélagsmiðlum. Við þurfum að ræða við börnin okkar, foreldrar og börn þurfa að eiga samtal þetta. Við þurfum að kenna börnum og ég held að við þurfum líka eins og ég held minnir að bæjarfulltrúi Sunna Hlín hafi komið inn á í greininu sinni að því að við þekkjum þetta svo takmarkað. Ef að ég er 31 árs og þekki þetta svona takmarkað, hvað þá einhver sem er eldri en ég? Það eru krakkarnir sem eru meira inn í þessum heimi en við sem að skilja hann betur. Þú veist, ég bara veit ekki hvað ég fæ upp mikið af myndböndum að fólki að baka köku af því að ég horfði á 1 myndband og svo komu 2 myndbönd og svo eru það orðin 10 og svo er það eina sem kemur upp á Facebook. Það er rosa skemmtilegt, mæli með. En í það fara líka margir klukkutímar og ég held við höfum öll fundið að andleg heilsa okkar hrakar eftir því sem við festumst meira inn í heimi samfélagsmiðlana. En við þurfum að koma þessari fræðslu inn í skólana, við þurfum að koma inn í foreldrafélög og átt okkur á því að þetta er lítið þekktur heimur sem að við þurfum að læra betur á því að við eigum líklegast ef ekkert er aðhafst eftir að sjá afturför í fleiru en einungis baráttu hinsegin fólks, réttindabaráttu þeirra. Heldur eigum eftir að sjá ýmislegt annað koma upp á yfirborðið sem er nú þegar að koma upp. Þannig ég vil bara fagna þessari umræðu og þessari góða bókun og vona að aðri bæjarfulltrúar taki vel undir hana. Takk. Þakkum bæjarfulltrúi Jönnu Salóme Ingibjörgu Jónsdóttur fyrir. Þá tekur næst til máls bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því, líkt og bæjarfulltrúi Jönnu Salóme, að þakka bæjarfulltrúa Sunnu Hlín kærlega fyrir að taka þetta mál á dagskrá og vekja máls á þessu mjög svo þarfa efni. Nú kemur að sjálfsögðu grunnskólakennarinn og námsráðgjafinn upp í mér og hún vitnar í framhaldsskólan og ég get svo sannarlega vitnað í grunnskólan. Og það er bara engin spurning að við þurfum að auka þessa fræðslu og við þurfum að setja stafrænt læsi inn í forvarnastefnu eða lýðheilsustefnu, hvað sem hún mun nú heita, bæjarins. Ég held bara, í rauninni er ekkert svo miklu við þetta bæta. Þú veist, Jana Salóme bæjarfulltrúi nefndi, hún er 31 árs, ég er 49 ára. Þú veist, við þekkjum öll þessa bergmálshella sem að bæjarfulltrúi Sunna Hlín nefnir. Ef við hægjum á okkur, þessir sem erum eldri, við notum aðalega bara Facebook, ekki hina miðlana kannski, en ef maður rétt hægir á við eitthvað og skoðar það betur, þá er það bara alveg örugt mál að fréttaveitaðin, hún fyllist af því. Ég sé þetta bara gerast í grunnskólunum og þið nefnið, eða bæjarfulltrúi Jana Salóme nefnir hatursorðræðu gagnvart til dæmis hinsegin fólki. Því miður þá er þetta veruleiki sem við erum í.
við erum í þeim veruleika að börnin okkar að þau sjá á þessum miðlum þessa hatursorðræðu, rasista orðræðu, hvað svo sem annað það er. Og ef að þau einmitt staldra við þetta og fara að skoða þetta, að þá það þetta sem að verður þeirra heimur og þau fyllast af þessu, því að eins og Sunna Hlín, bæjarfulltrúi minntist á áðan, þá þetta ekkert annað en markaðsfræði. Þannig að það bara ekki neitt vafi í mínum huga og ég held fyrir okkur öll í meiri hlutanum að taka bara alveg heilshugar undir bókun bæjarfulltrúa Sunnu Hlínar og tökum á þessu máli saman. Takk. Þökkum bæjarfulltrúa Láru Halldóru Eiríksdóttur fyrir, næst tekur máls bæjarfulltrúa Halldóra Björk Reynisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla eins og aðrir að byrja á að þakka bæjarfulltrúa Sunnu fyrir að setja málið á dagskrá. Þetta sko svo sannarlega þarft umræðuefni og eitthvað sem að ég hefði reyndar vilja geta gefið mig meiri tíma í að undirbúa fyrir þannig nema maður getur bara að tala út frá sjálfur sér og eins og bæjarfulltrúi Jana kom inn á og Lára Halldóra síðan hvernig maður upplifir þetta sjálfur. Ég þá 55 ára og toppið það, nei. Og og finna sjálf að maður læsist inn í svona bergmálshelli og þetta tímaþjófur og þetta verður til þess að þú svona missi fókus og hvað þá þegar maður getur hugsað til barnanna eða þessa litlu krakka sem að hafa í raun ekkert að gera og bara velkjast inn í einhverjum svona heimi. Það við sem erum fullorðin, þetta nógu erfitt fyrir okkur, bara að leggja frá okkur síman, láta hann ekki trufla okkur, þú veist, hvernig það, maður getur bara rétt ímyndað sig hvernig það svo fyrir þessa krakka. Þannig ég held að þetta sé alveg svo sannarlega mikilvægt að koma þessi í stefnu, tek heilsugar undir bókun bæjarfulltrúa Sunnu. Ég las greinina eftir bæjarfulltrúa Sunnu sem og greinina sem bent á í þeirri grein og svo fann ég aðra skjánotkun barna eftir Hildi Ingu Magnadóttur inn á Vikublaðið. Og allar þessar greinar, þú veist, einmitt snúa þessu saman, en mér fannst samt alveg líka partur þessar umræðu, það ábyrgð foreldra. Þú veist, hver ábyrgð foreldra og vissulega viljum við og skólinn þetta rosalega sterkt tæki til þess að nota í svona alls konar uppeldi við börnin, en ábyrgð foreldra við þurfum að hvetja og taka þá umræðu líka að foreldrar sé ekki undaskildir í þessu og það að setja sér sjálfu mörk og svo börnunum þá. Þannig að þú veist, ég segi eins og bæjarfulltrúi Lára Halldóra hérna áðan, það engu við þetta bæta, hún fór vel yfir þú veist hverjar hætturnar eru og þetta vissulega það sem við erum að sjá í umræðinni, bæði gagnvart hinsegin fólki, en svo líka bara eineltismál og allt þetta sem að símarnir eru einhvern veginn tæki til þess að misnota. Þannig að, já, tek bara heilsugar undir bókunina. Já, ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Halldóru Björk Reynisdóttir að taka við fundarstjórn. Þá tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Þakka kærlega bæjarfulltrúa Sunnu Hlín fyrir mjög þarfa umræðu. Ég ætla ekki að lengja mikið umræðun en ég tel þetta mál vera afskaplega mikilvægt og til að segja einhver smá reynslusögu. Hvað gaman? 43. 43 og hef verið handknattleiks þjálfari síðan ég var 16 ára og var hlýnu góður reiknað, þá var það 27 ár. Gef ykkur örstutt dæmi notkun síma. Í K.A. og K.A. Þór hefur verið bannaðir farsímar í öllum ferðum núna í 4-5 ár. Og það gríðarlegur munur á 8-12 ára börnum þegar fara með síma og án síma. Ég hef rætt þetta við yfirþjálfarann sem heitir Jónatan Þór Magnússon og hann tekur ekki mál að gefa þetta eftir. Ég tók eftir í samt sem áður út í að bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir nefndi ábyrgð foreldra. Að í 40 barna ferð þá því miður alltaf einhverju 5 sem kom með síman. Þarna ertu akkurat að hitta naglan á höfuðið með ábyrgð foreldra. Og ég held að við þurfum að grafa djúpt, við þurfum að finna lausnir og við megum ekki bara tala þetta hér, heldur við erum virkilega að fara að gera eitthvað í þessum málum. Út í að þetta vandamál sem eykst með hverjum deginum. Þannig að takk aftur fyrir góða umræðu.
Þá er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu og fær honum aftur stjórnina. Takk fyrir það. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi, gestir, ég ætla ekki að segja ykkur hvað ég er orðinn gamall, ég er ungur. Þannig hefur það verið um aldir að eldri menn hafa alltaf verið sannfærðir það að unga fólki væri að fara með heiminn til helvítis. Og þetta hefur alltaf verið rangt þangað til núna. En gallinn er sá að það er ekki aðeins eldri menn sem halda að unga fólki sé að fara með heiminn til helvítis, heldur er það líka unga fólki sem heldur að eldri menninni sem við gera því sama og miðaldra eldra fólk það klifar á því að heimurinn sé að fara til helvítis og við erum bara að tala um Harmageddon, við erum bara að tala um endalok alls og það er þetta sem þetta unga fólk býr við. Bara hlustið á fréttir undanfarna eina viku. Það búið að klifa á því að við þurfum að ná einhverjum loftslagsmarkmiðum, við munum ekki gera það og hvað þá? Jú, við förum fram af einhverju hengiflugi. Þannig ég held að það sem er að vonandi, það sem er að brjótast fram núna og við teljum vera hjá þessum mjög unga fólki sé ekki rætni eða mannvonska, heldur er þetta ótti sem breytist í reiði. Þetta unga fólk, þetta mjög unga fólk, það hlustar á það sífellt að það eigi sér enga framtíð. Við erum að klifa á því að það eigi sér enga framtíð. Við getum bara rétt ímynda okkur hvernig við myndum bregðast við. Þannig að óttinn brýst fram sem reiði. Þess vegna þurfum við, þegar við horfum á þetta vandamál, ekki eingöngu að einblína á símann, sem má nú alveg banna úr öllum skólastofum hér á Akureyri og ætti að gera. Þú verður að setja þetta í miklu víðara samhengi og reyna að draga upp bjartari mynd af framtíðarhorfum. Við eigum von. Við þurfum ekki alltaf að vera í þessu, eða oft í þessu svartnætti sem fréttamenn klifa á, nánast að segja. Þannig að ég tek undir með Sunnu, ég átta mér reyndar ekki alveg á því hvort að hún er að fara fram á eða í að þarna eigi að koma ný námsgrein í skólum, nýtt námskeið eða hvað það nú er, en það er vert að taka þetta fyrir og að ræða þetta í miklu víðara samhengi en bara út frá skjánum. Það er þessi ótti, undirliggjandi ótti sem er að brjótast fram með þessari mannvonsku sem við höfum orðið vitni að undanfarið. Takk. Það kom bæjarfulltrúa Jón Hjaltason fyrir. Orðið er laust. Ekki fleiri hvassandi málsæður sem taka undir bókun Sunnu Hlínar rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.